Góðan dag, ég heiti Valgerður og ég ætla að kynna meistaraverkefni mitt, Mundu hafa húmor og plan B, fagleg starfskenning í mótun. Tilgangur rannsóknarinnar var að átta mig á því hvernig fagleg starfskenning mín hefði þróast frá því ég hóf störf í framhaldsskóla árið 2004 og markmið hennar var að fara í gegnum kennsluferil minn og skrá reynsluna og bera kennsl á þá atburði sem fengu mig til þess að endurskoða kennsluna og eða þær kennsluaðferðir sem ég notaði. Rannsóknarspurningarnar voru tvær. Hvernig hefur fagleg starfskenning mín sem framhaldsskólakennari á 21. öldinni þróast og mótast og hvaða atvik eða breytingar á þessum tíma hafa orðið til þess að ég endurskoðaði og uppfærði faglega starfskenningu mína. Fagleg starfskenning byggir á þrennu. Hún byggir á því hvað kennari gerir í kennslunni, í kennslustofunni, hvernig hann skilur eða tengir það sem hann gerir við fræðin og siðferðilegum gildum hans. Fagleg starfskenning er þannig safn kennarans af persónulegum kenningum hans kennsluna og er í sífelldri mótun. Með því að skoða kennsluna mína í gegnum árin þá fann ég fræðin mín. Þau komu til mín smám saman og sýna ferli mitt sem kennara frá upphafi til dagsins í dag. Þau sýna allt sem ég trúi og treysti á sem kennari og það endurspeglast í fræðunum sem ég hef tileinkað mér í gegnum tíðina og gert að mínum. Og stundum jafnvel án þess að átta mig á því að það voru fræði sem að ég var að skoða fyrr en seinna eða hugsa. Ég valdi starfstengda sjálfsrýni því að hún gerir mig kleift að skoða mig og starfi mitt á gagnrýninn hátt. Markmiðið er að bæta sjálfan sig og starfið. Rannsakandinn, hann les starfsferilinn eins og texta og skoðar hann í samhengi við samfélagið allt, í nútíð og þátíð. Hann tekur sér stöðu rannsakanda og horfir á starfið sem rannsóknarefni og þannig var ég á sama tíma rannsakandi og rannsóknarefnið. Enginn annar en ég þekkir starfið mitt og starfsferil inn og út og því er enginn betur til þess fallinn að skoða það en ég. Í starfstengdri sjálfsrýni skoðar rannsakandinn starf sitt til þess að sjá hvort hann sé í raun og veru að starfa eins og hann vill starfa. Hvort starfið byggi í raun og veru á viðhorfum hans og gildum og hvort hann starfi í raun og veru eftir þeim fræðum sem hann ætlaði sér að starfa eftir. Starfstengd sjálfsrýni snýst það að bæta starfið ekki bara fyrir rannsakanda, heldur fyrir allt skólasamfélagið og ekki síst nemendur. Til þess að umbreyta þeim sögum, frásagnum og minningum sem að ég sá og kviknuðu við það þegar ég skoðaði starfið mitt, þá notaði ég vinnu með minni og minningar og sjálfsviðtöl. Í vinnu með minni og minningar þá notar rannsakandi ákveðin gögn sem kveikjur að sögum eða frásagnum. Fyrsta skrefið er að byrja að skrifa þessar sögur og frásagnir án þess að hugsa mikið, lýsa atburðum, minningum nákvæmlega eins og þær voru, ekki ritskoða, ekki spá í af hverju, heldur bara skrifa allt sem þeim tengist. Svo er komið að vinnunni með minningarnar til þess að breyta þeim í gögn og þá eru þær endurskrifaðar einu sinni eða jafnvel oftar og þá skoðar rannsakandi hvað vantar inn í þessa minningu eða þessa frásögn. Hvað veit hann núna sem hann vissi ekki þá? Hvað var að gerast í samfélaginu sem að gæti tengst þessari minningu og greinir frásögnina og þannig umbreytir henni í gögn. Sjálfsviðtölin, ég notaði tvenns konar sjálfsviðtöl, bæði sem ég tók við sjálfa mig og tók þá upp svörin mín, en einnig viðtöl þar sem ég útbjó spurningar og aðrir spurðu og svörin voru tekin upp.
Ég notaði frásagnirnar og sögurnar mínar til þess að búa til spurningar út frá því hvað ég myndi vilja spyrja einhvern að sem hefði gengið í gegnum það sama og ég eða gert það sama og ég. Ég skoðaði kennsluferil minn og safnaði saman gögnum. Ég fór svo skipulega í gegnum gögnin eftir tímabilum og bar þannig kennsl á og skrásetti atriði og aðstæður sem fengu mig til að endurskoða starfið og starfshætti. Ég skipti gögnunum á tímabil, fyrst 3 en þegar greiningarvinnan hófst urðu þau 5. Ég notaði hugarkort mikið, fyrst þess að gera mig grein fyrir hvaða gögn ég átti í fórum mínum og hvaða tímabili þau tengdust og seinna til þess að skipuleggja gögnin og greininguna á þeim. Ég hélt rannsóknardagbók allan tíman og í hana skrifaði ég allt mögulegt, það sem ég hugsaði, það sem ég var að spá, upplifa og ígrundanir mínir á öllu mögulegu efni og rannsókninni og því sem ég var að spá í. Rannsóknardagbókin var rafræn og skrifuð í OneNote, vel kaflaskipt svo ég hefði yfirsýn yfir allt efnið í henni. Ég skrifaði í raun allt sem mér datt í hug, bæði jákvætt og neikvætt og í raun ekki bara það sem tengdist rannsókninni beint, heldur allt mögulegt. Rannsóknardagbókin er líklega stærsta og umfangsmesta ritverk sem ég mun nokkurn tímann skrifa. Ritgerðin sjálf með sín sirka 30.000 orð er aðeins útdráttur úr henni. Í heilt ár hélt ég lestrardagbók þar sem ég skrifaði allt mögulegt tengt öllum þeim greinum og bókum sem ég las. Ég skrifaði ígrundanir textana á þess að skrifa það sem ég fannst skipta mestu máli við greinarnar. Sumar þeirra las ég jafnvel oftar en einu sinni og glósaði eða puntaði upp úr þeim í fleiri skipti því ég var að skoða eitthvað annað en ég hafði upphaflega gert. Samræður og sjálfsviðtöl. Ég notaði samstarfsfólk mitt frá mismunandi tímabilum sem spegil á sögurnar mínar. Bæði til að fá staðfest réttmæti þeirra en líka til að fá annað sjónarhorn á þær. Ég ræddi líka við alla mögulega sem hefðu áhuga, mismikinn þó, á því að hlusta á mig, bæði til að tala skólastarf og rannsóknaraðferðir. Ég fékk svo útvalda aðila til að taka við mig viðtöl þar sem ég hefði útbúið spurningarnar fyrirfram. Ég safnaði líka saman öllum þeim gögnum sem ég átti í fórum mínum, í dagbókum, í glósubókum, í tölvunni þar sem ég átti alls konar gögn uppskipt eftir árum og önnum og komst að því að það borgar sig svo sannarlega þegar maður gerir svona rannsókn að henda engu. Fyrstu hugarkortin sem ég gerði voru í byrjun gagnasafnunar til þess að gera mig grein fyrir því hvaða gögn ég ætti í fórum mínum og hvaða tímabilum þau tengdust. Þessi hugarkort gerði ég hratt og án þess að hugsa of mikið hvað ég var að gera. Ég gerði ekki eitt í einu, heldur skrifaði ég það sem mér datt í hug, þegar mér datt það í hug og vann ég öllum í einu. Skrifaði alls konar stikkorð og í raun allt mögulegt sem mér datt í hug tengt efninu. Þessi hugarkort hjálpuðu mér að ná fókus í því hvað ég ætlaði að skoða og hvar væri best að byrja að leita gagna. Fyrsta skrefi gagnagreiningarinnar raðaði ég gögnunum á tímabilin og skoðaði hvernig þau pössuðu. Þar byrjaði ég á einu tímabili og kláraði það áður en ég fór í að næsta. Það er þessu skrefi í gagnagreiningunni sem ég uppgötvaði að seinasta tímabilið var í raun og veru 3 tímabil og í næsta skrefi gagnagreiningar þá endurraðaði ég gögnunum á þessi 3 tímabil. Á sér hugarkort setti ég allt sem tengdist faglegri starfskenningu. Þar flokkaði ég saman allt sem gæti verið ráð frá mér til annarra kennara öðrum megin og hinum megin skrifaði ég niður þá kennslufræði og aðferðir sem höfðu komið fram í hugarkortum tímabilina. Svona náði ég yfirsýn yfir bæði siðferði hluta faglegra starfskenningar og framkvæmda og fræði hluta. Í 3. skrefinu las ég svo gögnin aftur fyrir hvert tímabil og punktaði hjá mér allt mögulegt, sögur og frásagnir en einnig spurningar sem ég geti hugsað mér að nota í sjálfsviðtöl. Í 4. skrefi gagnagreiningar las ég gögnin þvert á tímabil en í undirflokkunum framkvæmd fræði og siðferði. Þannig tók ég eftir rauðu þráðunum í hverjum undirflokki og það var mjög gagnlegt.
Ég sá hvernig ég lærði að kenna, hvernig ég hef tileinkað mér ný fræði og prufað þau í kennslunni og ég sá að sú siðfræði sem ég byggi kennsluna á og framkomu mína við nemendur hvernig hún hefur þróast í gegnum árin. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fagleg starfskenning mín hafi þróast mest í samskiptum og samstarfi við aðra kennara og í gegnum samræðuna hef ég rökstutt val mitt á kennsluaðferðum og séð hvar breytinga er þörf. Í þeim aðstæðum þar sem ég hef starfað gegn faglegri starfskenningu minni hef gert mér grein fyrir gildum mínum og séð hvaða áhrif þau hafa á starfið og val á aðferðum. Ég átta mig á því að maður sem kennari þarf að þora að prufa og mistakast og þá gildir mestu að læra af mistökunum og hafa húmor fyrir bæði sjálfum sér og mistökum eða bara daglegum gjörðum í tíma. Maður þarf alltaf að hugsa fyrir plani B og stundum C, D og E líka og að vera mannleg, að viðurkenna mistök, að biðjast afsökunar þegar við á og annað slíkt og vera til aðstoðar við nemendur. Á þessum 16 árum sem ég hef kennt í framhaldsskóla er svo ótrúlega margt sem hefur breyst. Flest snýst það að tæknilegum atriðum. Það er ansi margt sem er orðið einfaldara nú en þá, til dæmis að nota skjáupptöku eða skila frá sér hljóðskrá eða myndbandi. Þrátt fyrir að ég hef notað kennsluumsjónarkerfi frá því ég byrjaði að kenna árið 2004, þá hefur notkun mín á þeim breyst mikið. Þau eru ekki lengur bara staður fyrir fyrirmæli eða utanumhald einkunnir, heldur staður þar sem allar leiðbeiningar eru ásamt námsefni og myndböndum með útskýringum. Seinustu árin hef ég meira að haft á tilfinningunni að nemendur geti sinnt náminu án mín, því myndbönd með útskýringum og alls konar upplýsingar gera það verkum að þau vita alltaf hvað þau að gera og hverju þau að skila og hvenær. Þannig að það að hafa samband við mig eða tala við mig er bara bónus. Kennslan hefur líka breyst frá því að vera með nánast alla nemendur fyrir framan mig í flestum tímum yfir því að kenna bæði stað- og fjarnemum á sama tíma og í raun vera með miklu fleiri nemendur sem maður hittir aldrei, en á í miklum samskiptum við og veit ýmislegt alveg eins og þessi sem mæta í tíma. Þessar myndir sem sjást hér eru flestar frá kennsluárinu 2019 til 2020 og sýna fjölbreytileikann sem felst í að vera kennari á tímum námslokna í Reykjavík, slæms veðurs frá desember fram í mars og COVID-lokunar. Þessi rannsókn hefur sannfært mig mikilvægi þess að kennarar ræði saman starf sitt, hvað þeir gera í tíma, á hvað fræðum þeir byggja starf sitt og hvað gildi þeir hafa. Þeim meira sem kennarar ræða faglega starfskenningu sína, þeim betri verða þeir í því. Ég komst líka að því að ég er merkilegt samanbland af fræðimannesku, persónu og kennara sem að hefur lært ýmislegt og aðalega þó í gegnum samræði og samvinnu við bæði kennara og nemendur. Ég hef líka komist að því að það sem fannst sem nemanda í framhaldsskóla er það sem finnst að nemendur eigi skilið, þeir eiga skilið áhugavert nám, þeir eiga skilið samtal og samvinnu og þeir eiga skilið traust og virðingu. Og hlutverk mitt sem kennara, sem faglegs framhaldsskólakennara á 21. öldinni, er að vera kennari sem notar tæknina sem verkfæri en ekki verkefni. Kennari sem treystir nemendum til þess að bera ábyrgð á eigin námi. Kennari sem ber virðingu fyrir nemendum sínum og tíma þeirra og forðast að sóa honum. Kennari sem stefnir að því að senda nemendur frá sér, ekki verra en hann tók við þeim. Aldrei brjóta niður, heldur alltaf byggja upp. Ég vil benda skólastjórnendum á að hvetja starfsfólk sitt til starfsþróunar, hvetja til samtals og gefa tíma til starfsþróunar á skólatíma. Og kennarar, við skulum tala saman, við skulum segja frá og krefjast þess að fá tíma til starfsþróunar. Og umfram allt skulum við þora að horfast í augu við okkur sjálf. Takk fyrir.